Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endur nærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn bara allt annar. Matur og menning í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl, í þessum þætti ætlum við að skoða japanska matargerð og menningu. Við ætlum að skreppa til Stafís í Hnífli, verða bara út hrefnukjöt. Heilræðishorni verður á sínum stað og við heimsækjum Júlla út á Dalvík. En við ætlum að byrja í Netto og skoða sojasósu. Jæja, þá erum við komin aftur í Netto og í dag, af því að við erum nú með svolítið japanskt þema en með þessu eyfirska tvisti eins og venjulega, ætlum við að fjalla sojasósuna. En þegar ég að stríða fólki sem spyrir mig hvað sojasósa sé, þá segi ég ofta að þetta sé sojabaunabjór. En sojasósan ekkert annað heldur en safinn sem lekur af sojabaununum þegar þær byrja að gerjast. En það sem við byrja að hafa í huga þegar við erum að velja okkur sojasósu að lesa svolítið aftan á og sjá í raun hvað hún inniheldur. Við þurfum að passa að hún sé ekki allt of sölt og hún sé vel soðin niður. Það sé alvöru soja. Ég hef valið þessa hérna kikkoman, hún mín uppáhalds, en það eru til bæði kínverskar og japanskar soja. Skoðu þetta vel. En ég ætla líka að pensla hrefnun okkar á eftir með teriyaki-sósu. Teriyaki-sósa bara frænka sojasósunar en hún bara það sem ég kalla sæt soja. Hér búið að bæta smá sætu og kryddi. Hún aðeins heitari heldur en sojasósa. En við ætlum líka að henda okkur í japanskt kartöflusalat. Þess að við erum nú stödd hérna við flottustu kartöflu landsins, Eyjafirðinum og Grýtubakkarhreppnum. Þá ætla ég að ná mér í baunir, majónes og setja það saman með eyfirsku kartöfluðar mínar. Já, góðan daginn, Davíð. Já, góðan daginn, blessaður og sæll. Vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Gott að nú tekið á mót okkur. Já. Ekki nóg að gera á stóru heimili? Jú, það óvægt að segja það. Við þurfum að fara í galla og ég þarf nú að hylja lubban. Já, það og sloppur. Sloppur. Full þjónusta. Gjörðu svo vel. Það langt sem ég farið í svona slopp. Einhvern veginn var ég bara á millidekkinu sem lítill gutti með pabbaganla á Mánaberginu. Ó, já. Þá var maður í snyrtingunni. Í snyrtingunni, já. Hrefna málefni dagsins. Áttu eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað til að því. Ég var að kíkja á það. Bæði nýtt og reykt. Gjörðu sverhaldur. Jæja, Davíð, hérna ertu með hrefnuna. Já, hér hrefnan. Reykt og fersk. Þetta er rosalega fallegt að sjá. Hvaðan eru menn að fá hrefnu í dag? Þetta bara alls staðar að? Já, hrefnan núna mest út af Faxaflóa og Breiðafirði. Já. Gamlu veiðisvæðin voru hérna mest fyrir norðan. Já. Húnaflóa, Skagafirði, Skjálfanda. En núna hafa menn einbeitt sér að þessu svæði þarna fyrir sunnan. Nær markaðanum. Og er Íslendingurinn að kaupa mikið? Já, það vaxandi. Já. Eftir bannið sem var upp úr 2005 þá hérna náttúrulega var ekki nein neysla en síðan
síðan hérna fóru menn að koma með þetta inn á markaðinn eftir 2003 og þetta stigvaxið. En þú ert að reykja allt milli himins og jörðar nú? Já. Þú ert að reykja villibráð fyrir veiðimenn og náttúrulega fisk? Já, við erum að reykja hrefnuna og ýmislegt fyrir jólahlaðborðin, gæs, svartfugl. Þannig að veiðimenn koma hingað með aflann á bakkinu og biðja þig að breyta þessu í eitthvað gómsætt. Akkurat. Lax og silung. Já. En Hnífill, þitt fyrirtæki, þetta er nú ekki glænýtt fyrirtæki. Nei, þetta fyrirtæki, við stofnuðum þetta nokkur árið 1995. Já. Og erum búin að vera það síðan. Og þjónum hérna öllum þessum nærum markaði, svona Norður- og Austurlandi. Já. Í ferskum fiski og svo erum við að sérfaga okkar þessi reyking. Og þið, eru þið að, maður má ekki segja tað í sjónvarpið, en ertu að nota tað? Já, við notum tað. Köllum það kofareykt? Já, köllum það kofareykt, það er málið svona fína orðið yfir þetta En það er nú ekki glænýtt tað? Nei. Það þarf að verka tað sérstaklega fyrir reyk, er það ekki? Akkúrat. Og því eldra því betra. Já, það er þannig. Já. Ertu með góða bændur, eyfiskabændur? Er þetta eyfiskt tað? Eyfiskt tað. Já, gott að heyra. Mér hlakkar ógulega mikið til að fara og smakka á þessu. Já. Ég ætla að bregða mér inn í nonnahús af því að það er nú japanskt þema hjá okkur í þessum þætti og það vita það nú fáir en Nonni hann bjó í Japan í 1,5 ár. Akkurat. Þannig ég ætla að kýtla japanska egumann þar. Já. Þakka þér kærlega fyrir að taka á móti okkur og við gerum þessu góð skil á eftir. Takk þér kærlega fyrir komuna. Í dag þá ætlum við að leika okkur að pípar. En pípar er ekki bara pípar. Það eru til 100 tegundir eða 100 tegunda og algengastur er náttúrulega þessi svarti pípar, svört píparkorn sem að við notum og getum keypt bæði í dufti og heilu. Ég ráðlegg fólki alltaf að kaupa heilan pípar af því að hann heldur ferskleika sínum miklu betur og meiri segja ég er orðinn svo latur að ég á orðið bara svartan pípar í kvörninu minni og mala hann bara fyrir hvert skipti sem ég ætla að fá mér svartan pípar. Hvíti píparinn, hann er örlítið sterkari, ekki þurrkaður í sólinni eins og þessi svarti og er í raun kjarninn af píparbauninni. Það er búið að taka efsta hýðið eða ysta í hýðið á honum. Og rósapíparinn eða rauði brasilíski píparinn vex á mjög lágum svona 10 til 12 cm píparrunnum, einna mest í Brasilíu, er ekkert mjög bragðsterkur, gefur frábæran lit og er notaður mikið í salut til dæmis. Og svo getum við nú fært okkur aðeins upp á við í bragði og styrkleika og þetta þurrkaða chili-duft sem við notum nú mikið í þessar framandrétti okkar frá Indlandi og Asíu. Og svo erum við náttúrulega með sitt hvora afurðina af sama hlutnum. Það er þessi rauði belgpipar og í litlu tabasco flöskunum minni, þetta er svona Barbie-stærð, þar er búið að bæta í þessari vöru smá edik og salti. Þannig að þetta er ekki bara hvessan sem við viljum fá úr piparnum, heldur líka smá sýra og smá salt. En það sem mér þykir skemmtilegast að gera með pipar er að búa til mínar eigin blöndur. Og ég á 3 piparblöndu og 4 og 5 og er að leika með þessu. Að setja bara smávegis í mortilið mitt og þá er ég að hugsa kannski að ég ætla að vera með steik í kvöldmatinn. Og ég vil hafa hana svolítið kröftuga, setja ekstra hvítan og þá á ég mína eigin piparblöndu sem verður náttúrulega skemmtilegasta umræðuefni við matarborðið. En þessa piparblöndu færðu hvergi nema hjá mér. Herðu nafni, við erum komin að Nonnahúsi til þess að skoða japanska tengingu við Eyjafjörð. En af hverju eigum við sterka japanska tengingu hérna á Akureyri? Það var náttúrulega einn af svonum bæjarins sem að gerði víðreist, fór ekki bara til Þýskalands
og hérna Frakklands heldur fór alla leið til Japans orðin sko áttræður kallinn en sko hugmyndin hjá honum kviknaði örugglega í svartbyggaða húsinu sem hann ólst upp í sko upp á lofti þar sem hann var að lesa og læra framandi heima og þá kviknaði draumur hjá honum að fara í sko að skoða þessa staði, fara helst í heimsreisu. Þetta er 1936 fer hann af stað. Endar í hérna fer til Ameríku, hitta bróður sinn og vestur Íslendinga og hérna endar í San Francisco og þaðan ætlar hann að fara semst til Japan sem hann gerir sko. Og það býsna lengi? Já, í hvað 1,5 ár sko. Og það má eiginlega segja sko að þetta sé kannski bara einn af hápunktunum í hans lífi sko. Núna með tekið svo rosalega vel í Japan. Og þetta er sko áður en að bækurnar hans koma út í Japan, þar hafa nefnilega komið út á japansku. Þannig að honum eiginlega tekið bara sem sko rockstjörnu í Japan, hann búið að markaðsetja dálítið vel af félögum hans í jesúíta reglunni. Þannig að hann er sendur í viðtöl hægri vinstri og vekur svona mikla athygli að mikill maður og stór. Mikill maður og stór og svona hávaxinn gráhærður Evrópubúi sko sem skrifar svona ævintýrasögu sem að féll akkúrat í kramið á þessum tíma sko. Úr Eyjafirði. Sögutökin voru oft Akureyri og Eyjafjörður í sögunum. Já, það eru svona bensku slóðurnar sko. Það er ævintýrin þegar hann er sko bara 8 til 12 ára gamall sko. Það fellur svona vel í kramið sko. En hann ólst einmitt upp í þessu húsi. Já. Fram að, hann flyst nú snemma eða tiltölulega ungur erlendis til náms. Já, hann er á 13. ári. Þá sem sagt fær mammans það tilboð frá frönskum greifa sem hafði áhuga að styrkja Ísland og svona vera mannbætandi. Þannig að hann býður 2 ungum drengjum að koma til náms í Frakklandi í jesúítaskóla sem er mjög sérstakt. Já. Fyrir svona afar svona mótmæltatrúar land að vera. Fyrir ungan innbæing að norðan? Já, fyrir ungan dreng að fara í svona ferðalag, það er dálítið sérstakt. Já. Og þetta má eiginlega segja sko ferðalagi byrja hérna í fjörunni, 12 ára, 13. ári og þaðan hér úr fjörunni liggja sem sagt leiðirnar alla Evrópu til Ameríku og svo eiginlega endapunkturinn í Japan á svona heimsförinni sko, þó hann gefur nú ekki upp andan þar. En hann dó, að ég las einhvers staðar, í loftvarnarbyrgi í seinni heimsstyrjöldinni. Já, hann deyr 44, þá í Þýskalandi, þau voru flutt þangað, jesúítarnir sem hann tilheyrði í Hollandi, þeir voru sem færðir yfir til Þýskalands og þar andast hann í Köln í Þýskalandi. En hann var heiðursborgari Akureyrar, las ég líka einhvers staðar. Já, vill hann til að sko bæjarstjórinn á þeim tíma, Jón Sveinsson, að hann árið 1930, hann býður honum að koma hingað. Jón Nonni sjálfur var staddur í tilefni Alþingisháttíðarinnar. Var boðið sérstaklega á íslensku ríkisstjórninni og í leiðinni var hann boðið að koma til Akureyrar og þar var hann gerður að heiðursborgara. Enda náttúrulega, Nonni er náttúrulega fyrsti sko sendiherra landsins og fyrsta seleb. Já, svona alvöru svona seleb Akureyrar og líka svona hálfgerði markaðsfulltrúi landsins sko. Já. Gerir ekkert annað en að tala sko ævintýri sína á Íslandi og dásama land og þjóð sko. Merkilegu kall. Já, þetta er ennþá tenging við Japan í gegnum hann því að hingað koma ferðamenn. Nafni, mér langaði að fá þig til þess að pröfa sko japanskan mat. Já. Ekki sushi. Nei. Heldur svona með mínu yfirbragði. Já, líst vel að það. Og aðtöku hvort ég sé nokkuð að hrekkja þig þar. En áður en við gerum það, ætlum við að byrja á desertinum og kíkka á eyjuna til hans Júlla. Nú ætlum við að gera banana katsu sem er djúpstektur eftirréttur. Að vísu í Japan eru eftirréttir ekkert algengir, eða voru það ekki, þeir voru ekkert oft með eftirrétti en það hefur aukist í seinni tíð. Og við ætlum að gera einn
fljótlegan og vonandi góðan. Tökum við banana og hér erum við egg sem við hrærum saman. Við veltum banananum upp úr egginu. Svo sýnist mér að það getur líka verið skemmtilegt að skera bananan langsum. Þannig við skulum prófa þetta svona. Svo fer hann yfir í hveitið. Þegar við erum búin að velta þeim upp úr hveitinu, þá erum við með það aftur í eggið. Svo yfir í japanskt brauðrasp sem heitir panko. Það fæst í sumibúðum hérna, en það er líka hægt að búa til úr hvítu brauði sjálfur þetta rasp eða nota annað. Svo veltum við þessu hér upp úr. Svo djúpsteikjum við á og fara ykkur yfir að sjóðheitri olíunni. Eins og ég segði áðan, þá hugsaði að það gæti verið sniðugt að ég myndi að prófa það næst, að skera það á langsum. Og ég held að þetta sé bara nákvæmlega svona þegar það er orðið gullin brúnn. Þannig að við erum að tala mjög skamma stund. Þá eru hér komnir djúpsteiktir bananar, bananakatsu í panko brauðraspi. Þetta er einfalt og nú skulum við vita hvort þetta sé ekki eins gott eins og þetta er einfalt. Og ég held að sé bara þetta borða með rjóma og þeir tala nú ekki neina sósu en þannig fyrir minnsmekk væri góð karmelusósa. Þykir mér líkleg. Vanilís, skrauta það með myntilaufi. Hér eru komið það með japanskan eftirrétt. Og ég bara get ekki beðið eftir því að prófa þetta. Vanilís. Þetta er alveg, þetta skora okkur að prófa þetta. Alveg magnað. Jæja, Halli. Það var hrefna sem ég ætlaði að láta þið smakka. Þannig að því að við vitum margt sushi og það er að rækliða upp tískubólan sushi. Það langaði mig að tengja okkur í Japan með stóri hrefnustek. Er það ekki? Meðan að þetta er að steikjast á okkur náttúrulega forrétt. Því að Lúlli er náttúrulega að gera fyrir okkur þennan fína fiskrétt. En Davíð og Mikli, hann reykir hrefnur. Þetta er nú sódastrýmtæki gamla. Það er reyndar sko nýjútgáfa. Kreista sítrónu og smá agave sítrónu.
alltaf að hafa ferskan pipar. Mylja piparinn sem þegar maður er að fara á morgun. Sér að ég ger ekki svo mikið í einu. Það er langbest. Eiga mortel eða góða piparkorn. Þannig færðu þessa klessu sem þú vilt í piparkorn. En við erum ekki alveg búin að skilja við Japan. Því að ég gerði Japans kartöflusalat. Það er nú bara kartöflusalat og þeir nota majónes. Ég er nú mikill aðdáandi majónes. Þannig að þetta verður örugglega jafn spennandi. En hérna er ég rétt á? Það er við verðum að taka þetta alvarlega. Svona til þess að tvista þetta aðeins upp, þá ætla ég að nota teriyaki sósu og ég nota hana svolítið eins og barbecue. Ég bara pensla svona létt til þess að fá svona sætubræði sem að maður fær úr teriyaki. Það hefur nú væntanlega ekki alltaf verið fullborða mat á þessum tíma. Nei, þessu húsi var nú stundum matarskortur sko, þannig að... Og því svangir munnar? Já, stundum bara ekki til í búrinu sko. Það eru pabbi nonna, Sveinn Þórarinsson, hann skrifaði dagbækur líka sko. Já. Þannig að hann einmitt segir frá því að þau þurftu að liggja bara kjör til þess að bara liggja í rúminu og spara orkuna því að það var ekki tilnætt að borða sko. Hvað er þessi? Þannig að þá komu góðir nágrannar og færðu þeim bara skála berjum. Já. Svo var stundum gott sko að þegar var hvalreki, það var nú ávísun á því að það var hægt að fylla búrið af mat. Já. Og það var einu sinni að það var hvalreki út með firði og man ekki hvort það var Ólafsfirði eða Siglufirði. Það var allavega ansi langt að fara hérna úr fjörinu og út með firði. Þannig að Sveinn Þórarinsson, pabbi nonna og nágranninn sem Friðbjörn Steinsson, sem að Friðbjarnarhús heitir eftir. Já, bara þar næsta hús. Já, það passar. Þeir fóru saman, kallarnir, út með firði til þess að ná sér í hvalkjöt. En það var einhver náttúrulega landieigandi sem átti hvalinn, þannig að það var uppboð á hvalkjötinu. Þannig að þetta er kannski verið örugglega 1,5 sólarhringur að fara. Þeir fara út með, bjóða í miðjan vetur, bjóða í kjöti og koma heim alveg með tómar hendur, fengu ekkert kjöt, buðu ekki nógu hátt. Það var 1,5 tíma ferð í bónus og komið tilbaka tómhentir. Já, það eru allir mjög ánægðir með þá ferð. Það hefði maður nú fengið söngin ef maður er mætt heim með tóman bókan. Jú, það hefði verið væntanlega grátur og gnísnandi tanna. Þú sagði medium rare? Já, er það ekki Sleppur best? þetta ekki? Þetta lítur vel út, fallega rautt. Smá skorpa út. Ég held að það sé ekki hægt að biðja neitt meira sko. Svo hef ég, ef að menn vilja sko, svona sósukallar eins og ég, þá fæ ég mér oft svona sæta teriyaki bara til þess að dýfa í eins og við dýfum kannski súsíinu okkar í soja. Þá er þetta steinleikur þetta með. Þetta lítur rosalega vel út. Ég er alveg viss að íbúarnir forðum hefðu þegið svona veislu sko. Þeir hefðu komið tilbaka og grillað sér hrefnu kvöldi kallarnir. Já, þeir eru kannski ekki valið sér prjóna til að borða með. Nei, meira að nota það til að búa til flött. Það er náttúrulega bara að því mér langar að hrekkja það. Já, ekki mála bara með prjónum heldur. Maður. Þetta gjör svona bránar. Hvað er þetta búið að liggja lengi sér? Sólarhring? Nú er ég búinn að marinera þetta, já, í svona tæpan sólarhring. En sojasósan gefur þessu náttúrulega svona seltu. Þannig við hefum ekki mátt salta þetta meira. Þetta er svona pínu salt. Það er æðislegt. Smá límónaði. Svona að gera þetta í miðjan október, Eyjafirði. Mat og menningu er þá lokið að sinni frá Nonnahúsi.
En við sjáumst að viku liðinni, verið bless. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Nettó. Nettó. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annað.